Eitt. Eitt, tveir. Ok, þú bara komin inn. Yes. Jæja, góðan daginn kæra áhorfendur og verið hjartalega velkomin í þriðju umferð í Lengjubikarnum. Leikur IBVF og Breiðabliks. Ég ætla hérna að fara rétt yfir liðana og byrja á liði IBVF. Í markinu Sorry. Allt í góð. Í markinu Halldór Páll Geirsson, Felix Örn Friðriksson nr. 3, nr. 7 Guðjón Ernir Hrafnkelsson, nr. 8 Telmo Ferreira Castaneira, nr. 11 Jose Enrique, nr. 12 Eyþór Orri Ómarsson, nr. 16 Tómas Bent Magnússon, nr. 19 Gonzalo Zamarazo León, nr. 20 Sigurður Grétar Benónýsson, nr. 23 og fyrirliði IBVF manna í dag Eiður Aron Sigurbjörnsson og síðastur en ekki sístur leikmaður nr. 24 Óskar Elías Zoega Óskarsson og þjálfari liðsins að sjálfsögðu Helgi Sigurðsson. Í liði Blika í marki nr. 1 Anton Ari Einarsson, nr. 3 Ólafur Sigurjónsson, nr. 4 Damir Múminovic, nr. 7 Höskuldur Gunnlaugsson og fyrirliði liðsins, nr. 8 Viktor Karl Einarsson, 9 Tómas Mikkelsen, nr. 11 Gísli Eyjólfsson, nr. 14 Jason Daði Svanþórsson, 16 Róbert Orri Þorkelsson, 21 Viktor Örn Margeirsson og leikmaður nr. 25 Davíð Ingvarsson. Leikurinn farin af stað. IBVF menn sækja að fífunni meðan Blikarnir sækja að sporthúsinu. Skagamenn byrjuðu hér með boltan en komu frá sér strax og Blikarnir koma upp sínu spili. Davíð leikur hérna á leikmann IBVF. Og Blikarnir fá upp spil. Höskuldur fær mann í bakið og þarf að snúa heim. Spilar honum á Anton Ara. Og Blikarnir halda boltanum. Fýtt bolti hérna hjá Oliver Sigurjónssoni en Davíð skýlar honum tilbaka á Róbert. Eyjamenn vel skipulagðir hér í fyrstu mínúturnar, liggja aftarlega á vellinum og bara freista þess að fá góða skyndisóknir. Gísli Eyjólfsson hérna með Eið í bakinu og vinnurinn innkast fyrir Blika. Ég gleymdi nú að nefna það, ég heiti Tómas Bjarki Jónsson og verð lýsir hér í dag meðan Óskar Hákonarson á myndavélinni. Þarna sjáum við þjálfara Blika, Óskar Þorvaldsson, segja sínum mönnum hvernig á að gera þetta. Hann biður hérna meiri gæði hjá leikmönnum síns liðs.
Frábær sendingarni á Róberti. Höskuldur. Blikarnir fljótir að vinna boltan tilbaka eftir að Eyjamenn rétt náðu aðeins að snerta boltan. Fínasta veður hér í Kópavoginum, 4 gráður og létt skýjað. Bara gríðarlega gott fótboltaveður, engin vindur og allir hressir. Blikarnir rúlla hérna boltanum sín á milli. Hraðasendingar. Damir reynir sendingun í gegn, en smá samskipta leysi hérna hjá varnarmönnum Eyjamanna, en þeir komið sér burtu. En Blikarnir fljótir að vinna tilbaka. Hér er Viktor. Fær boltan, Eiður kemur sér burtu. Og Skagamenn geta hafið sókn sína hér. Hér er Guðjón Ernir Hrakelsson sem tekur engasti fyrir Skagamenn. Nei, Eyjamenn, afsakið. Blikarnir hafa byrjað þetta mót gríðarlega vel, eru með 60 eftir 2 leiki, meðan Skagamenn meðan IBVF hafa byrjað illa og eru með 0 stig eftir 2 leiki. Þeir uppskýra hérna horn IBVF og leikmaður númer 11 tekur það. Hann Jose Enrique Vergara. Darraða dansandi í teignum, en Anton Ari slær þetta í burtu. Hann vill fá eitthvað fyrir sinn snúð, en dómari segir bara áfram gakk og önnur hornspyrna. Hann að skora Eyjamenn. Eiður skorar, en dómarinn dæmir í aukaspyrnu á hann. Skagamenn IBVF afsakið enn og aftur. Ekki ánægði með þetta. En Blikarnir byrja sóknina. Damir. Með frábæra sendingu yfir á Höskuld. Höskuldur reynir sendingur í gegn, en Halldór Páll Geirsson, markmaður IBVF, hann sama boltan. IBVF hér í sókn. Langur bolti fram. Davíð er fyrir til og nær boltanum. Blikarnir byrja spilið aftur. Viktor Örn Margeirsson er með boltan. Róbert með langa skiptingu hér yfir á Jason. Flott touch hjá honum. Og Blikarnir komnir hærra upp á völlinn. Damir fyrir inn í hættulega tæklingu og Eyjamenn uppskýra hér aukaspyrnu á miðjum vallarhelmingi sínum.
Eyjamenn hér með innkast hátt upp á vellinum. En það verður ekkert úr því og Blikarnir geta hafið sókn sína enn á ný. Róbert á Viktor. Viktor leitar að sendingu en sendir hann á Dami Múminovic. Á Róbert. Höskuldur snýr, gerir þetta vel á Davíð. Höskuldur ennþá með boltan. En Blikarnir þurfa að leita tilbaka. Viktor reynir sendingun yfir en Eyjamenn komast í boltan en Blikarnir uppsker innkast. Eyjamenn vel skipulagðir hér í upphafi leiks. Ætla greinilega ekki að fá þessi mark í þessum leik. Og Blikarnir eiga í erfiðleikum með að brjóta upp þessar fyrstu mínútur. Fínt spil hér á Blikum. Viktor. Á Damir. Vel gert hér á Damir. Spilar honum á Höskuld. Höskuldur hefur mikinn tíma. Aftur á Damir. En Blikarnir þurfa að leita niður enn einu sinni. Fínn bolti hér á Damir á Tómas Mikkelsen sem missi knöttinn. Eyjamenn í erfiðleikum með að koma sér burtu og Davíð Ingvarsson vinnur hann aftur. Blikarnir að rúla honum hér í öftustu línu. Róbert Orri, Viktor Örn og Damir gera það. Hér er Davíð Ingvarsson. Leikur er aðeins með boltan, spilar hann niður. Og Blikarnir byrja þetta aftur. Fín pressa þarna hjá Tómasi Bent og Eyjamenn reyna að ná upp einhverju spili en Blikarnir gríðarlega fljótir að vinna boltan aftur. Hér er Viktor. Damir reynir sendingunni upp. Eyjamenn ná honum og keyra hérna upp og vinna innkastið. Felix Örn hanna vinnur aukaspyrnuna fyrir Eyjamenn og þær taka þetta fljótt. Hér er Eiður fyrirlið, spilar honum á Guðjón Erni. Þetta spil gengur ekki á Eyjamönnum og Blikarnir ná boltanum en þeir uppskýra síðan aukaspyrnu. IBVF menn
lítið að gerast þessar fyrstu mínútur. Það bil 13 mínútur liðnar að þessum leik. Lítið sem ekkert frá sögu færandi. Þetta gerir Höskuldur vel, vinnur boltan fyrir Blika. Blikarnir reyna að koma upp spili en vel gert hér á Eyþóri Orra Ómarssyni, fæddan árið 2003, yngsti leikmaður í sögu Pepsi-deildar. Fínt spil hér á Eyjamönnum. Róbert kemur þessi burtu. Gott skot hér hjá Telmo Ferreira, en Anton Ari gerir vel. Og Blikarnir geta komið boltanum í spil hratt. Gengur ekki. Sigurður Gretar hér með boltan. Keyrir hérna upp, sendir fyrir. Fínn bolti. Eyþór Orri með skallan. Beint á Anton Ara. Þjálfari Eyjamanna ánægður með þessa sókn, Helgi Sigurðsson. En vildi að Eyþór myndi klára þetta færi. En það er bara eins og það er. Blikarnir koma sínu spili eftir í gang. Fín hugsun þarna hjá Gísla en hún gengur ekki. Eyþór. Eyþór með frábæra sendingu hér á... Þetta er frábær. Hann setur hann fram hjá. Gonzalo Zamorano átti þarna gullið tækifæri til að koma Eyjamönnum í 1-0. Eyjamenn mikið líklegri hér þessar fyrstu 15 mínútur. Frábær bolti hérna hjá Eyþóri Orra í gegn á Gonzalo, en hann sett hann rétt fram hjá. Gott fyrir Blikana. En þá 0-0 eftir 15 mínútur. Vil spila hér á Blikum. Höskuldur. Þeir þurfa að koma nú niður. Viktor. Út á Jason. Jason reynir sendingu en Halldór Páll Geirsson handsamar boltan. Já, og í markinu hjá Blikum er Anton Ari Einarsson. Í þriggja manna vörninni er Dami Mumunovic, Viktor Örn Margeirsson og Róbert Orri Þorkelsson. Inn á miðjunni er Oliver Sigurðarson. Með honum eru Höskuldur Gunnlaugsson, Gísli Eyjólfsson og Viktor Karl Einarsson. Og frammi eru Jason Daði og Tómas Mikkelsen. Vil spila hér hjá Eyjamönnum. Eyþór reynir sendingu í gegn en þessi var ekki á og Anton handsamar boltan. Kemur honum í spil. Heyrist vel hér í þjálfurum beggja liða. Fyrstu mínútur. Vel gert hér á Davíð. Frábærlega gert hjá Davíð Ingvarsinni á Höskuld. Höskuldur kemur með hann fyrir. En Felix Örn kemur sér hotn og Blikar fá hér fyrstu hotspinnu sína. Og hérna
kemur Davíð Ingvarsson. Labbar á boltanum og ætlar að taka þessa hornspyrnu fyrir Blika. Blikarnir vilja fá innsving hér. Standa allir í kringum Halldór, markmann Eyjamanna. Fínn bolti hér á Davíð. En aðeins og langur fyrir Höskuld og bolti rennur í markspyrnu Eyjamanna. Það er skemmtilegt að minnast á það að Davíð Ingvarsson skoraði nú beint úr horni í leik hér á Kópavogsvelli móti Leikni. Glæsilegt mark og Óskar Elías Óskarsson fær hér aukaspyrnu eftir brot hjá Janssoni Daða. Blikarnir fljótir að vinna hann aftur og koma boltanum aftur í spil. Hér er Róbert og Viktor Örn. Það er ekkert að ganga hérna hjá Blikum þessar mínútur. Þeir þurfa bara að koma boltanum aftur í spil. Fínt hlaup hérna hjá Gísla. Aldrei rángstæðar. Góð sending hérna hjá Viktori en þeir komast í hann. Þá geta Eyjamenn sótt hratt. Jose Enrique og Guðjón Ernir reynir sendinguna í gegn en Eyjamenn fá hér hornspyrnu, sína aðra í leiknum. Klukkan virkar ekki. Já, það er 20 mínútur búnar af leiknum. Við erum í smá vandræði með að setja klukkuna í gang en vonandi kemur í seinni hálfleik. Jose Enrique tekur spyrnuna. Fínn bolti þarna fyrir. Aftur mikill darraðdans í deignum en Anton Ari fljótur að senda hann fram en Gísli missir boltan. Þetta er auka, já. Dómari leiksins Arnar Ingvi Ingvarsson. Fljótur í aukaspyrnu fyrir Blika. Og Blikarnir geta komið sínu spili aftur í gang. Guðjón Ernir tekur engasti fyrir Eyjamenn. Tómas Bent reyndi þarna sendingunni í gegn á Eyþór Orra en hún tókst ekki. Einhverjum skómvandræðum Jose Enrique. Þetta er allavega annað sinn sem hann er farinn að reyma. Það heyrir hér úr stúkunni að stuðningsmenn Blika eru ekki sátti með leik sína manna og vilja fá tempóið í gang. Já, og loksins búið að leyfa áhorfendur. Það er alltaf gaman. Alltaf gaman að menda völlinn. Hér er Tómas Mikkelsen. Fín sendingarni á Róberti Orra en enn og aftur vinna Eyjamenn boltan og koma boltanum upp í spil. Vel gert hér á Höskuldi Gunnlaugsinni. Las þetta vel.
Gott spil hér hjá Blikum. En Óskar lesi þetta vel. Og kemur boltanum í spil. Hér Tómas Bent. En vel gert, vel lesið þarna hjá Róbert Orra. Viktor Karl keyrir af stað. Höskuldur fær aukaspyrnu. Blikarnir vilja taka þetta hratt. Og spila honum tilbaka. Vel gert hér á Oliver og Höskuldi. Oliver á Davíð Ingvars. En fyrirliði Eyjamanna, Eiður Aron Sigurbjörnsson, kemur boltanum í horn sem Oliver Sigurðsson ætlar að taka. Gott að minna á það fyrst að klukkan í ólagi hérna hjá okkur að 24 mínútur eru liðnar á leiknum. En þá 0-0. Fýtt bolti hérna Oliver. Halldór þarf að blaka þessu aftur og Blikarnir fá aðra hornspyrnu. Eyjamenn komið sér burtu. En Blikarnir fljótur að vinna þetta tilbaka. Eyjamenn liggja ennþá vel aftur og freista þess að fá skyndisóknirnar með Eyþór Orra og Jose Enrique. 2 frammi. Vel gert hér Oliver. Gísli. Skemmtilegt hér á Gísla. Frábær fótavinna. Yfir á Viktor Karl. Góða sendingu meðan fyrir en Óskar Elías kemur þessi í hornspyrnu. 4. hornspyrna Blika hér í leiknum. Og Davíð Ingvarsson ætlar að taka spyrnuna. Eyjamenn fljótur að koma sér frá og keyra hérna af stað. Vel gert hjá Gísla Eyjólfsson. Gísla Eyjólfssyni, afsakið. Dómarinn leyfir leiknum að fljóta áfram. Ennþá leyfir honum að fljóta. Vel gert hér á Viktori. Viktor reynir sendingunni í gegn. En Eyjamenn komið sér burtu. Og Blikarnir hefja sókn sína ný. Fínt spil hérna á Blikum en Guðjón kemst fyrir boltan og setur hann í innkast. Hér Viktor Örn Margeirsson.
og Róbert Orri. Davíð. Skrýtinn bolti þarna hjá Róberti. Vindurinn eitthvað að spila inn í. En Blikarnir vinna hann aftur. Slök sending þarna hjá Antoni Ara. Eitthvað samskiptaleysi þeirra á milli. Og Guðjón tekur yngasti fyrir Eyjamenn. Vel gert hér á Viktor Erni Margeirssyni. Kemur boltanum á Gísla. Gísli gerir gríðarlega vel. Keyrir hér á vörnina. Skemmtilegt og Gísla rennur en kemst samt einhvern veginn fram hjá honum og vinnur hornspyrnuna. Oliver tekur þessa spyrnu fyrir Blika og Blikarnir halda sig áfram við innsvingið hér. En komunum áfram ekki fram hjá fyrsta varnarmanni Eyjamanna. Eyþór Orri snýr á Tómas. En Blikarnir með góða pressu og þvinga þá til að senda út af og koma sínu spili aftur í gang. Hér Anton og Róbert. Vel gert hér á Eiði, lesi þetta vel og keyrir hér á vörn Blika. Eyjamenn komið smá spili en lúður honum síðan fram. Þetta bara leið 1 en Eyþór gerir þetta gríðarlega vel og Jose Enrique með gott skot en rétt framhjá. Þannig voru Blikarnir heppnir. Fínt skot þarna hjá Jose Enrique en sem betur fer fyrir Blika. Það fór þetta rétt framhjá. Gísli hér á Höskuld. Höskuldur aftur á Gísla. Gísli, frábær bolti hér í gegn. Góð hugsun. Aðeins svo langur fyrir Tómas Mikkelsen. Halldór með fínan bolta hérna fram á Gonzalo. Vel gert hér á Damir. Uppsker aukaspyrnu. Gonzalo brýtur á honum. Dómarinn vill fá að ræða við Damir og Gonzalo. Einhver kýtingur þeirra á milli. Það ræði við og segja þeim að hætta þessari vitleysu. Gísli dregur sér hérna niður til að fá boltan. Vel gert þarna hjá Viktorunum okkar. Jason og Höskuld, frábært þrýðningaspil en hann reynir sendingunni í gegn en Eyjamenn komið sér burtu. Jose Enrique hérna með boltan á Sigurð Grétar. En hann missir boltan. Þjálfari Eyjamanna Helgi ekki ánægður með þetta.
Davíð Ingvarsson. Niður á Róbert sem kemur honum yfir. Vel gert hér á Tómasi. Kemur honum út á Jason. Jason keyrir inn á völlinn. Gerir þetta gríðarlega vel á Viktor. Viktor með frábær setting út. En Höskuldur nær ekki skotinu hana. Tómas Mikkelsen datt hann eiginlega fyrir hann og kemur í veg fyrir skot Höskuldar, en gott spil á Blikum. Vel gert hjá Davíð. Ákaflega lungi með knöttinn, en Eyjamenn komist í innkast. Hér er Viktor á Damir. Blikarnir fara hérna meira upp, hægra megin. Gera þetta vel hér, Davíð með sendingu, en Eiður les þetta vel og skallar þetta frá. Mikil öskur sem við heyrum hérna frá þjálfurum beggja liða. Gott að nefna að 35 mínútur búnar að leiknum, en þá markalaust. En ég er sannfærður um það að við fáum mörk fyrir hálfleik. Fínt spil hér á Eyjamönnum, glæsilegt spil, en Róbert kemur í veg fyrir góða sókn. Vel gert hér á Telmo Ferreira. Kemur sér niður. Felix. Þeir dúndar þessu fram. Blikarnir vinna hann, en Eyjamenn vinna hann aftur. Guðjón Ernir. Góða sendingu hér á Gonzalo, en hann brýtur hér á Róbert Orra. Óþarfa brotana á Gonzalo Zamorano, en Blikarnir fá hér aukaspyrnu. Slök sendingarna á Oliver og Eyjamenn fá engastið. Dómarinn lifir hér hagnað í garð Eyjamanna, en Blikarnir vinna hann aftur. Vel gert til Róberti. Róbert keyrir hérna áfram, en dómarinn dæmi brot á Sigur Gretar og hann færir fyrsta gula spjald leiksins. Sigur Gretar Benónísson fyrir brot á Róberti Orra. Hér koma Blikarnir aftur. Vel gert til Tómasi á Jason. Höskuldur gerir vel. Jason á Gísla. Gísli á Viktor Karl. Damir vildi fá það brot, en dómarinn sagði bara leiknum að halda áfram.
vel lokað hér hjá Eyjamönnum og Blikarnir þurfa að senda tilbaka. Frábær sending hér á Gísla á Davíð Ingvarsson. Reynir sendingunni fyrir, fær hann aftur á Höskuld, á Gísla, í Tómas, Höskuld, en hann stóð dómari 2. Elvar Smári dæmir í rángstöðu, líklegast á Tómas Mikkelsen sem fekk boltann í sig eftir skot Gísla. Gott spil hjá Blikunum, engu að síður. Við viljum sjá meira af þessu þegar 39 mínútur eru búnar að leiknum. Hér vinna Eyjamenn boltan. Kom honum út á Gonzalo. Gonzalo reynir að keyra á Damir en þú kemst nú ekki svo auðveldlega fram í honum og vinnur að honum boltan. Vel spilað. Damir. Reynir að koma honum yfir en vel gert hér á Eyjamönnum. Eyþór. En Blikarnir vinna hann aftur. Aukaspyrna þarna dæmd á fyrirliða Blika, Höskuld Gunnlaugsson. Eftir brot á hinum títnefnda Gonzalo Zamorano. Felix Örn tekur þessa spyrnu. Blikarnir vinna hann aftur. Oliver. Höskuldur. Mikil barátta þarna. Vel gert hjá Oliver. Frábær sending hér á Davíð inn á miðju. Gísli. Leita niður. Góð sending hérna hjá Damir. Tómas í miklu einvígi hérna við Óskar Elías. Og Blikarnir fá einkastið. Oliver fær aukaspyrnuna. Tekur þetta hratt. Nei. Hann fær ekkert að taka þetta hratt. Arnar dómari leyfir honum það ekki. En Blikarnir búnir að taka þetta. Hér er Damir. Á Jason. Jason gerir þetta vel. En Óskar kemur þessu frá. Og Blikarnir fá hotspinnu. 7. hotspinnin í leiknum. Og enn og aftur er það Davíð Ingvarsson sem tekur hana. Hann tekur þetta stutt á Jason. Jason, skemmtileg finta þarna á Viktor. Og Davíð sem kemur með hann fyrir núna. Frábær bolti. Tómas, hann í baráttunni en skallar hann framhjá á mati dómarans. Og markspyrna Eyjamanna. Halldór ekkert að drífa sig að þessu. Og tekur sér bara allan tíman í heiminum. En loksins kemur hann frá. Það eru 3 mínútur eftir af fyrir hálfleik. Staðan ennþá markalaus. Allt of harður hann Eiður Aron dundrar hann í baki á Höskuldi og uppsker gult spjald að launum. Hárrétt hérna hjá dómari leiksins.
heyrist mikið í stúku Blika, þeir voru alls ekki sátti með þetta og en Blikarnir ætla að taka þetta hér snöggt. Hér er Damir. Kemur honum á Róbert og Róbert litar einhverju sendingu fram en ekkert gengur. Og Blikarnir halda áfram spili. Gísli dregur sér hérna til vinstri. Reynir sendinguna. Oliver fljótur átt á sig. Kemur honum hér á Davíð. Vel gert hér hjá Guðjóni Erni. Kemur honum í engast sem Davíð Ingvarsson ætlar að taka. Líklega svona 20. engast leiksins. Fínt spil hann hjá Blikum en allt kemur fyrir ekki og markspyrna Eyjamanna. Eyjamenn reyna að senda hann út til hægri en vindurinn spilar stóru hlutverki í því að þeir halda hann ekki inn og Blikarnir koma þessu aftur í spil 15 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Slök sendingarni á Viktori. Hann fær aukaspyrnu. Telmo Ferreira Castanera. Hann ætlar að taka spyrnuna. Finnst líklegt að dómari leiksins flauti bara leikinn af þegar þessi spyrna er á staðinn. Nei, heyrðu. Hér er Eyjamenn í sókn. Sendingun á Tómas Bent. Reynir skotið. En þarna flautar Arnar Ingi Ingvarsson til hálfleiks. Breiðablik 0, IBVF 0.
Mikkelsen. Jason. Út á Gísla. Frábær sóknarna á Blikunum. Yfirvegað og vel kláraðan á Gísla. Gísli Eyjólfsson að koma Blikunum í 1-0 á 7. mínútu. Róbert út á Davíð. Til vinstri. Í fyrsta á Gísla. Gísli með kross, fítbolti beint á Mikkelsson. Þetta á bara frábær sókn. Menn stilla sér upp fyrir fram markmanninn og það er innsving. En Damir fyrstur í boltan handa. Ára Gísli. 3-2. Setur þetta út á Jason. Jason finnir Gísla aftur, frábær bolti. Hvað gerir Gísli? Hann spilar á Binna og þetta er bara svo auðvelt. Brynjólfur Vilhjálmsson að bæta við 3. marki Breiðabliks á 13. mínútu. Rólegur hann í fætur og sem lúðrar þess út vinstra megin á Höskuld, fínn bolti. Höskuldur setur hann á Gísla sem krossa fyrir og Binni. Þetta er bara, það gerist ekki betra. Það er bara 4. markið. Brynjólfur að bæta við 4. marki Blikana á 37. mínútu. Viktor á Jason. Jason finnur Binna, frábær bolti. Binni klárar þetta vel. Binni að koma Blikunum í 5 marka forystu. Gauji neðar á Róbert. Anton með skrýtinn bolta. Sækja menn. Þetta endar í marki, Ingi Þór Sigurðsson, nýkominn inn á.
Jæja, við erum mætt aftur hér á leik Blika og Eyjamanna og mér til aðstofar er Sölvi Santos, hann er mættur. Sæl. Og Óskar Hákonarsson aftur á myndavélinni og ég heiti Tómas Berki Jónsson og mun lýsa þessu leik. Blikarnir sækja nú í 8-4 meðan Eyjamenn sækja 8 sporthúsinu. Óbreytt byrjunarlið hjá báðum liðum og vonandi fáum við mörk í innan seinni hálfleik. Damir er búinn að taka þessi aðeins sóknarsinnaðri stöðu síðustu leiki. Búinn að vera mikið í hægri bakverðinum í rauninni. Færi sig yfir á miðjuna, það er mikið flæði hann hjá. Hann er í rauninni bara fjórði miðjumaðurinn og síðan kemur alltaf einhver að droppa bara niður fyrir hann. Hann er oft komin eins og núna í efstu línu. Gott innleik hérna hjá Sölva. En eins og þið sjáu þá er klukkan mætt í gang. Tæknimaðurinn okkar, Sölvi og Heisi, er að gera þetta vel. Jason keyrir hérna á Viktor. Frábær setting aftur í Jason. En hann dæmir hér rangstöðu. Línuvörðurinn. Halldór Páll Geirsson spinnir hér frá marki og mikil barátta á Damir og Gonzalo. Frábær bolti hér hjá Telmo. Kemur hann fyrir en Anton Ari handsama knöttinn. Já, sem gerir vel hann að tekur einn á en sendingi klikkar. Horfa að Jason spila fótbolta sem bara eins og horfa okkur dansa. Hann bara fyrir gegnum 3-4 menn eins og ekkert séð öllura. Þarna fær Eyþór Orri Ómarsson, fæddur árið 2003, aukaspyrnu. Hann var ekki sáttur annað með Oliver. Mísan er tætsan eða Dami. Ekki sáttur. Já, seinni hálfleikur byrja bara rétt eins og sá fyrri, Blika meira með boltan en mikil barátta hér inn á miðjunni en ekkert mikið að gerast sóknarlega hjá báðum liðum. En við Sölvi bíðum spenntir eftir fyrsta marki leiksins. Höskuldur og Gísli hana með reyna skemmtilegt þrýningaspil eins og svo oft áður en þetta endur nú bara innkast herðargetið. Hér er Viktor. Kemur honum á Jason. Jason gerir vel. Á Damir. Damir gerir frábærlega. Hvað gerir Damir? En svo lengi að þessu. Og Blikarnir ná upp spilun aftur. Vel gert hér og Felix kemur sér frá. Það sem hefur verið einkennandi við síðustu leiki hjá Blikunum er að flest mörkin komu bara upp úr hröðu spili, eitt touch, ekkert verið að flækja mikið hlutina en ef Blikarnir ætla að fara að uppskera eitthvað úr þessum leik þá þurfa svo sannlega að fara að bæta í spilið, að mínum mati.
Já, ég sammála því, enda hafa Blikarnir eiginlega ekki fengið neitt færi hér í dag, meðan Eyjamenn búin að vera mun líklegri og dómari leiksins dæmdi nú aðeins mark sem þeir voru ekki sáttir með, en já, þannig ég er sammála Sölva. Blikarnir þurfa aðeins að fara að rífa sig í gang, fá upp aðeins ræðara spil. Vel gert hjá Höskuldi. Kemur honum á Róbert. Við lesið þarna á Telmo inn á miðjunni. Og uppsker innkast. Þarna heyrum við eins og ofta áður í leiknum í Óskari þjálfara Blika. Hann vill fá meiri hraða hjá sínu liði. Fínn bolti á Róberti. Yfir á Höskuld. Höskuld gerir vel, en tekur hann aðeins með hendinni. Hann reynir hann að Maradona, gekk ekki alveg, aðeins auðvitað. Halldór, markmaður Eyjamanna, ekkert að flýta sér frekar en fyrir daginn og kemur þessu í burtu. Það er leið 1 hjá Eyjamönnum í dag. Það var nú bara gengið ágætlega, eins og aðver. Ég veit nú ekki alveg með þetta. Mér sýndist þetta nú bara að vera lúxustífa, en þannig að fær hann uppsker Viktor Karl guldspjald. Brýtur þarna á Felix, bakverði Eyjamanna. Þeir taka þetta stutt, Eyjamenn. Gonzalo kemur sér fyrir, en Anton Ari gerir vel. Reynir að koma boltanum fram, en Eyjamenn fljótur að vinna hann aftur. Þetta hefur svona einkennt leik Blika hér í dag. Það vantar svona hæslumuninn. En hér keyrir Gísli Eyjólfsson af stað á Höskuld. Hvað gerir Höskuldur? Kemur með hann fyrir á Tómas Mikkelsen. Tómas Mikkelsen. Mikkelsen einfaldlega of lengi að þessu. Hann á að gera betur þarna. Það er frábærlega gert hér hjá Óskari Elíasi. Gríðarlega góð. Illa að fara með góða sókn. Hann annarkvort tekur hann í fyrsta eða á bara að gera þetta miklu hraðar. Hann er toppklassa strækir og bara einfaldlega á að klára þetta. En frábær skyndisókn hann hjá Blikum. Við viljum sjá meira af þessu. Davíð Ingvarsson sem fyrr tekur hornspyrnu Blika. Davíð kemur með hann fyrir, frábær bolti, en vel gert hér á Halldóri Páli. Kemur þessu í leik. Góð sending þarna hjá honum á Sigur Gretar, en Blikandi fljótur að vinna hann aftur. Viktor Karl. Hvað gerir Viktor Karl? Keyrir hérna á hann, en vel gert hjá Eiði Aroni, fyrirliða Eyjamanna. Þeir komið sér burtu. Frábær sendingandi á Róberti á Jason. Jason lungi með boltan, en Eyjamenn komið sér burtu. Já, neglaði sér burtu með þess að.
þýsku sérfræðingur en þetta er áhugavert kombo hann hjá Antoni markinu, hann bláir hanskar og appelsínugulur búningur. Þetta er, ég verð nú eiginlega að viðurkenna það, þetta er afleitt átfitt en það er bara eins og það er. En á meðan við erum að ræða þetta þá vinnur Gísli Eyjólfsson hornspyrnu fyrir Blika. Tómas Mikkelsen lagðist hérna og er búinn að klæða sig úr skónum og er bara, held ég, að fara út af. Ég sé nú ekkert annað. Hann labbar allavega hérna haltrandi af velli og Óskar kallar á Atla Hrafn Andrason. Ólafur tekur hornspyrnuna, stutt á Gísla. Frábærlega gert Gísla. Kemur hann út á Jason. Jason með skotið en rétt framhjá. Skemmtileg útfærsla á hornspyrnunni hann hjá Blikum en endar í markspyrnu Eyjamanna. Það er nú aðeins að bæta í stúkuna hjá Blikum. Það er alltaf gaman að sjá fólk mætt aftur á völlinn. Vel gert hér hjá Höskuldi. Vinnu tilbaka en Sigurður Grétar. Hér er Eiður með boltann í gegn en Róbert les þetta vel. Og nú kemur fyrsta skipting leiksins. Nei. Heyrðu, það er allt brjálað hér. Óskar vildi fá hann að taka skiptinguna en sýndist hann að vanta smá upp á samskipti milli dómara því að aðstoðardómarinn var komið með flaggið upp til að merkja hérna skiptinguna en dómarinn hann bara setti í gang. Já, við verðum nú bara óskætt í smá standard þarna hjá Arnari en það er svo það er. Blikarnir spila hér ennþá manni færri með 10 á vellinum þar sem Tómas Mikkelsen þurfti að hætta leik. Damir. En Eyjamenn komið sér frá. Beint út af og þá loksins geta Blikarnir gert skiptinguna. Já, út af kemur leikmaður númer 9, Tómas Mikkelsen og inn á kemur leikmaður númer 17, Atli Hrafn Andrason. Eða þeir ætla að hleypa honum einhvern tímann inn. Þarna kemur hann loksins inn á. Eins og maður sjá hann að Damir byrjar út í vængbakurinn og leið á boltinn færist yfir hægra megin, þá fer hann inn á miðjun og er raunin að spila sem bara fjórði miðjuna. Blikarnir fljótur að vinna tilbaka þegar Eyjamenn reyna að koma hratt upp og hefja spil sitt á ný. Róbert með fína skiptingu er yfir á Jason. Jason gerir vel á Oliver. Oliver aftur á Jason. Jason leikur sér inn með boltan. Gott skot en rétt yfir.
Jason missir boltan en þetta er svolítið bara búið að vera svona gegnum allan seinni hálfleikinn. IBV vinnur boltan og neglir honum bara fram. Þeir eru ekkert að leggja með að skora sýnist mér, þeir ætla bara að halda þessu 0-0. Þarna reyndi Jose Enrique skot frá miðjunni. Það gekk ekki upp að þessu sinni. Hér er Gísli á Oliver. Hann leitar að senda ykkur fram á Höskuld. Höskuldur gerir vel á Damir. Damir með skemmtilega fintu yfir á Jason. Jason á Höskuld. Höskuldur gerir vel. Höskuldur kemur hann út á Viktor. Rétt fram í hana hjá Viktor Karli eina sinni. Gott spilandi á Blikum. Létu boltan ganga í fáum snertingum og þá uppskáru þeir gott færi. IBV ekki sáttir að hann, vildu meina að boltinn hafi farið á Davíð Ingvars en leikarnir fengu nú bara enga stig. Hér er Róbert Orri. Blikarnir margir komnir fram. Þar sem Eyjamenn komnir vel aftarlega. Fínt spil, hér er Damir. Höskuldur. Aftur á Damir. Fínt varnarleikur hérna hjá Eyjamönnum. Þvinga Blikan alltaf í sendingu, erfiða sendingar, oft niður eða út á kant. Það er náttúrulega ákveðin skellur að missa Mikkelsen eða Tómas í svona leik þar sem Eyjamenn setja mjög aftarlega og þá býður það bara svolítið upp á kross og þurfa að vera sterkur inn í tegnum en vonandi ná Blikarnir að leysa þetta samt sem áður. Sammála því. En Blikarnir kannski ekki alveg með hreinrækta strækjara núna inn á þar sem Brynjólfur Viljámsson er frá vegna meiðsla og Tómas Mikkelsen einnig fór út á vegna meiðsla, þannig vonandi gengur þetta upp. Vel gert hér á Gísla. Lungi með boltan. Fínt spil. Gísli. Keyrir hérna. Góð varnarleikur hérna hjá Sigurði Grétari. Og vinnur aukaspyrnuna. Það kæmi nú ekki mörgum á óvart ef staðan verður svona þegar líður á leikinn að Damir fari bara að færa sig aðeins ofar eins og hann er nú búinn að vera að gera. Hann fari bara alveg upp í efstu línu svona þegar við erum í sóknarleiknum. En þá gera Eyjamenn sína fyrstu breytingar og gera bara tvöfalda skiptingu. Út að koma leikmenn númer 12 Eyþór Orri Ómarsson og 11 Jose Enrique og inn að koma leikmenn númer 25 Arnar Breki Gunnarsson og marka hrókurinn sjálfur númer 10 Gary John Martin. Blikarnir gera einnig breytingu. Út að kemur leikmaður númer 3 Oliver Sigurðarsson og inn að kemur leikmaður númer 45 Guðjón Pétur Lýðsson.
Gaman að sjá Gary John Martin mætti hann aftur á völlinn eftir að hafa mistað fyrstu 2 leikjum Eyjamanna. Þarna var fín sókn á Blikum sem endaði með skoti á Gísla. En Eyjamenn gera þarna upp. Skemmtilegt þarna. Davíð með sendinguna fyrir. En Eyjamenn koma þessu frá og Blikarnir hefja enn eina sóknina. Já, Blikarnir eru búin að vera að koma þessar síðustu mínúturnar í færi en þeir eru ekki nógu klókir þegar kemur að því að klára. Þeir eru ekki búin að vera að nýta færin sem þeir fá nógu vel. Gæti alveg verið búin að setja 1 jafnvel 2. Höskuldur gerir vel. Á skotið. Eyjamenn blokka þetta. En endar í markspyrnu hjá Eyjamönnum og Halldór Páll Geirsson, hann mun líklega taka bara allan tíman í heiminum við þessa spyrnu. Nei, hann tekur þetta stutt. Eyjamenn reyna hana spilið en það gengur ekki vel og Blikarnir fá innkastið hátt upp á vellinum. Hér er Guðjón Pétur Lýðsson með knöttinn. Alltaf unun að sjá Guðjón spila. Blikarnir færa hérna boltan hratt á milli kanta. En Eyjamenn bara berjast hér bara fyrir lífi sínu og gera þetta mjög vel. Vestmannaeyja leikstílinn eru mjög þéttir fyrir hana aftast sko. Það er búið að vera smá erfiðleikar hjá Blikunum að komast í gegn. Þeir eru þéttir fyrir Eyjamenn. Já. Fínn bolti hann hjá Viktori. Frábær bolti hann hjá Gísla á Davíð Ingvars. Kemur hann fyrir. Hann er engi bliki. Damir kemur hann aftur fyrir en Óskar Elías. Þarna réttu maður á réttu stað og Blikarnir fá horn. Davíð tekur þessu hornspyrnu. Kemur hann fyrir nálægt í að skora þarna enn eina ferðina hann Davíð en Halldór Páll blakar þessu yfir. Nú tekur Guðjón Pétur Lýðsson hornspyrnuna hinum megin. Kemur enn og aftur með innsvingið en Eiður Aron fyrirliði Eyjamanna kemur sér burtu. Við höfum ekkert séð til Gary Martins hér eftir hann kom inn á. Eiginlega bara ekkert fengið boltann. Enda Blikarnir stanslaust haldi boltanum.
Vel gert hér á Blikum, færa boltan vel, frábær bolti hjá Guðjóni Pétri. Gott skot hjá Jasoni. Glæsilegt touch hana, bara þetta var erfitt og hann gerði vel og vel varið. Gríðarlega vel gert, en hér koma Eyjamenn með sína 3. breytingu. Út af kemur leikmaður númer... Ekki Garri Martin að fara aftur út af. Ég trúi því nú ekki. Nei, út af kemur leikmaður númer 19, Gonzalo. Og inn á kemur leikmaður númer 2, Sigurður Arnar Magnússon. Ian Jeffs þarna að leiðbeina Garri Martin aðeins hvernig á að gera hlutina. Þetta var Ian Jeffs frábær leikmaður á sínum tíma. Blikarnir standa þarna þétt í kringum markmannsteig Eyjamanna. Þannig að virkaði í síðasta leik þegar Davíð skoraði beint úr hornspyrnu. Reyndið ekki þetta skiptið samt. Jæja, 72 mínútur búnar á þessu leik, ennþá markalaust. Ég held nú að enginn hefði búist við þessu. En það er bara eins og það er og við vonum enn eftir fyrsta marki leiksins. Vel gert hér á Höskuldi, en hann er dandi rangstæður. Þannig Garri Martin klálega rangstæður. En fín hugsun að það á Tómasi Bent Magnúsinni. Illa farið með svona hálfsókn en loksins Eyjamenn komast yfir miðju hjá Blikunum. Hér kemur Guðjón Pétur á Damir. Vel gert hjá Guðjóni. Góða sendingu hér á Viktor. Á Atla. Reynir sendinguna. Góð hugsun þarna en Eyjamenn komast í boltan. Þá geta þær sótt hratt. Hér er Garri Martin á sprettinum. Alveg sprettur þarna hjá Garri Martin. Kemur með hann fyrir en þetta var aldrei í hættu hjá Róbert Orra. Og Blikarnir geta núna sótt hratt. Gísli. Alvöru kloppi hann hjá Gísla og lendir síðan á bakinu og dómarinn stoppa leikinn. Sá kloppinn maður, vá. Þetta var skemmtilegt en Eyjamenn refsaði honum í kjölfarið. Já. Það var svolítið þungt högg hana. Ekki gott ef Gísli Eyjólfsson meiðist líka. Nei, hann er bara staðinn upp og vill ekki fá neina aðstoð. Þetta er bara grjótharður. Já, einn okkar harðast í bransanum, myndi ekki segja. Það er svo langt þarna fyrir Jason. Já, mikið búið að vera að reyna á hlaupagetuna hjá Jasoni en ekki alveg að mikið vinstri megin hann hjá Höskuldi. Hann er meira búinn að vera að fá hann í fót en það er einhvern veginn bara boltað eftir öðrum sem kemur hann í gegn á Jason. Ekkert endilega alltaf góða boltar, hann nær eins og áðan hann þegar hann náði skotinu. Gott touch en þetta er búið að vera erfitt, þetta eru oft þvingaði boltar. Ég held að koma með boltan í fætur og Jason er skynsamara þar sem hann getur leikandi fara ræðin 2-3 leikmönnum. En vel gert hér á Róberti, vinnur boltan, sendur hann á Jason. Hann getur keyrt á vörnina, góða sending á Höskuld. En hann mættust fyrirliðarnir. Eiður hafði betur í þetta skiptið. Við setjum touch hann í Óskari. Við sjá betur en þetta. Já, maður sér hann er aðeins úr æfingu, kallinn.
Hér er Guðjón. Kemur með hann út á Davíð. Davíð gerir vel. En Eiður Aron Sigurbjörnsson, fyrirliði Eyjamanna, búinn að vera gríðarlega góður hér í dag. Búinn að vera svo klettur í vörn Eyjamanna. Fjórtán mínútur eftir að venjulegu leiktíma og Blikarnir þurfa að fara að bretta upp ermar. 0-0 jafntefli er ekki nógu gott í svona leik. Þetta ætti að vera skyldusigur. Og ekki að segja Eyjamenn séu ekki öflugir en með við gang síðustu leikja. Blikarnir að setja yfirleitt 3 eða fleiri. Það ætti að klára þennan leik. Blikarnir gera þetta vel. En Eyjamenn sem fyrr komast fyrir þetta og Blikarnir þurfa að hefja nýja sókn. Eyjamenn að gera sína 4. breytingu. Út af kemur leikmaður númer 20, Sigurður Grétar Benónísson, og inn á kemur leikmaður númer 14, Eyþór Daði Kjartansson. Blikarnir einungis búin að gera 2 breytingar á sínu liði sem Atli Hrafn Andrason kom inn á og Guðjón Pétur Lýðsson. Hanna fær Viktor Karl Einarsson aukaspyrnu á hættulegum stað fyrir Blika. Það er aukaspyrnu sérfræðingurinn Guðjón Pétur Lýðsson sem tekur hana. Hann kemur með hann fyrir, fínn bolti en aðeins svo nálagt og Halldór Páll Geirsson handsama knöttinn. Dúndrar hann fram. Davíð misreiknar aðeins knöttinn en það kemur ekki að sök og Blikarnir hefja sína sókn á ný. Vil spila hér á Blikum. Viktor reynir sendinguna á Höskuld. Guðjón Pétur á Davíð. Davíð reynir að komast þarna fram hjá Eyþóri en hann gerir vel. Góður bolti hér. 1-0 Blikar. Gísli Eyjólfsson. Hann hlaut að koma að því á 80. mínútu. Frábært spilandi á Blikum, létu bolta ganga á milli kanta og loksins er markið komið. Breiðablik 1, IBVF 0. Já, ef einhver maður á skilja að skora markið í þessum leik þá er það Gísli að mínum mati, hann er búinn að vera á fullu. Já, ég er sammála því, hann er búinn að vera mjög góður í dag. Og Eyjamenn þurfa líklegast aðeins að fara lyfta sér ofar á völlinn ef þeir ætla að ná einhverju úr þessu leik. Það
það er kjörið tækifæri þá fyrir Blikana til þess að sækja að koma í counter-attacki í skyndisóknina og það er fljóta menn frammi, Jason og Atli og Höskuldur náttúrulega, þannig ég held að það kemur ábyggilega annað mark. Ég held að þetta endi ekki 1-0. Vel gert hér hjá Guðni Pétri, hann er búinn að koma með gríðarlega róan inn á miðjuna. Góð skipting yfir. Hér er Gísli, sendir hann út í teginn. Viktor Karl, þeir vilja fá víti og þeir fá vítið. Arnar Ingi, dómari, dæmir á punktinn. Að mínum mati var þetta bara pjúra víti, hvað segir þú Sölvi? Það var klart víti, Viktor Karl er komin hann inn í teig með boltan, hann sparkaði hann aftan, augljós snerting. Ég held að Viktor Karl er síðasti maður til að henda sér niður. Þannig, já, þetta var klart víti, sko. Já, ég er sammála því. Og auðvitað er það leikmaður númer 45, Guðjón Pétur Lýðsson. Hann getur nú eiginlega bara kórunað frábæra innkomu á sér með góðu marki. Hvað gerir Guðjón Pétur? Setur hann að sjálfsögðu í netið. Breiðablik 2, IBVF 0 eftir 82 mínútur. Þetta var nú bara eins og Sölvi sagði. Við vissum að það kæmi annað mark. Það var bara spurning hvenær. Nú þurfa EM að fara að ýta miklu ofar. Þeir eru að fara að gera ráð fyrir bara allir í sóknina núna og ég held að það er komið 2 mörk á 3 mínúndum, meira en á einhverjum 79 fyrir 79 mínúndum, þannig ég held að kom bara ábyggilega allavega 1 viðbót. Og fínt skot þarna hjá Telmo Castanheira. En fyrir markspyrnu á Antonera. Fín sókn þarna hjá Eyjamönnum. En allt kemur fyrir ekki og Blikarnir halda boltanum. Þjálfari Eyjamanna Helgi Sigurðsson vill að sínum menn haldi áfram fókus. Nú leiðist náttúrulega ekki að skora eða hvort þeir eru komin núna í 11 plus í markatölu eða eitthvað líka. Ég held að þeir fara ekki að hætta núna þótt að þessu ykkur 2-0 yfir. Hér kemur Jason. Setur hann bara á rassinn. Gerir þetta vel, lungi með knöttinn. Guðjón Pétur út á Viktor. En Blikarnir spila þetta safe og koma boltanum heim. Vel gert hér á Davíð Ingvars. Kemur með bolta fyrir, fýtt bolti en Eyjamenn komið sér frá og Blikarnir fá líklegast sína 20. hotspinnu hér í dag. En þeir hafa ekki ennþá nýtt neina af þeim. Vonandi gerist það núna. Blikarnir taka hornið stutt sem fyrir. Viktor á Damir. Og Jason. Og Blikarnir koma þessu alla leið niður á Antonara. Og Blikarnir bara spila þetta rólega núna. Er ekkert að keyra upp tempóið meðan Eyjamenn halda áfram að sitja svona niðri. Slögsendingarna hjá Blikum, það kemur ekki að sök og vinna boltan.
enn og ný. Mér finnst nú eins og bara Eyjamenn séu næstu í hættir hérna. Þeir eru ekki einu sinni að reyna að pressa. En Blikarnir njóta góðs af því og halda áfram að spila. Þannig að rángstæða dæmd á varamanninn Arnar Breka Gunnarsson, leikmann númer 25. Fínt spil hérna hjá Blikum, vel gert hjá Guðjóni, sendingun á Viktor Karl, niður á Höskuld. Fínt spil hérna á Blikum, flóðgáttirnar aðeins að opnast hérna fyrir Blika. En halda áfram bara með sambaspil hérna á miðjunni. Þrefaldur þriðningur hérna hjá Guðjóni og Gísla. Við lesið hann hjá Damir, en skallinn ónákvæmur og fyrir innkast. Ég verð nú bara viðurkenna það, ég bjóst við aðeins meira frá Gary Martin. Hann er ekki alveg kominn í standið, verð ég bara að segja hér. Hefur ekki sýnt neitt þennan hálftíma sem hann hefur verið inn á. Hér röltir Gísli Eyjólfsson bara hérna að velli. Bara búinn að taka af sér vettlingana. Hann vill bara komast út af. Og Tómas Orri Róbertsson að gera sig kláran. Sýndist Gísli bara hann að fara inn í klefa. Sæðist ekki á bekkinn. Hann var ekki alveg nógu sáttur held ég, en hvort að dómarinn hefði tekið eftir þessu, það er spurning. Kannski þurfti hann að gera bara eins og Erik Dæ er að forðum. Þurfti hann að fara á klósettið, en maður veit aldrei. Það sýndist nú ekki að hann... Hann var nú ekki að drífa sig þarna? Nei, kannski ekki. En maður veit aldrei. Vel gert hér hjá Höskuldi. Gerir þetta vel. En Blikarnir gera hér skiptinguna. Inn á kemur leikmaður númer 62, Tómas Orri Róbertsson, og út á kemur títtnefndur Gísli Eyjólfsson. Tómas Orri fæddur árið 2004, gríðarlega efnilegur leikmaður. Lunkinn á boltanum þessi, ég er til að sjá hann hverja takta þetta. Hann er bara að fá nokkra sjensa og búinn að gera bara nokkuð vel. En ég væri til í að fá mark frá einum af okkar ungu mönnum. En 90 mínútur komnar á klukkuna og leikmenn beggja liða finnst mér bara einhvern veginn bíða eftir að lokaflautið skella á.
En ennþá mikil barátta milli liðana. Þetta gerir Garri Martin vel. Eða ekki, hann missir hann hana. Nei. Jason orðið þreyttur hana. Sendingin aðeins og föst fyrir hann. Held ábyggilega á sínum 12 kílómetri eða eitthvað áleika sko. Hann er búinn að hlaupa svo lungur í dag. Já, sammála því. Blikarnir halda áfram léttu sambaspili sín á milli og já, Eyjamenn ekki að gera sig líklega í 1 sekúndu að skora. Maður leiksins, Sölvi, viltu velja eitthvað? Ég myndi ábyggilega gefa Gísla, skoraði fínt mark. Gísla eða... Já, Jason er búinn að vera öflugur, hann átti stóðsendinguna á Gísla. Ég ætla að gefa Gísla það. Já, það er fínt. Ég ætla að gefa leikmanni númer 23 hjá Eyjamönnum, Eiði Aroni Sigurbjörnsssyni. Búinn að vera eins og klettur í vörn Eyjamanna, greiðlega góður. En síðan er Gísli Eyjólfsson og Jason frábæri hjá Blikum. Skemmtilegi taktar hana hjá Tómasi. Skemmtileg sending. En Atli missir boltann og Eyjamenn er inn að ná upp einhverju spili hér. Samba þarna hjá okkar manni Telmo Castanheira. Gerir þetta gríðarlega vel. Tók hann 2 blika úr umferð en þeir uppskera aukaspinnu. Eyjamenn og hér flautar Arnar Ingi Ingvarsson, dómari, leikinn af. Breiðablik vinnur IBVF 2-0. Já, við viljum bara þakka fyrir okkur. Lýsendur leiksins voru Tómas Berki og Sölvi Santos og vélinni var Óskar Hákonarson og með okkur var Heisi. Það var ekki fleira þessu sinni.